Nú þurfum við aðeins að passa okkur því að hér er x í öðru. Það er vísbending að þú þurfir að þátta fyrst áður en þú gerir samnefnt. Og þá er mjög gott að muna eftir samlokareglunni. Hún segir að ef við erum með eitthvað í öðru veldi og síðan mínus eitthvað annað sem er líka í öðru veldi, hér er það bara a í öðru mínus b í öðru, að þá getum við búið til tvo sviga sem þáttað og fengið út fyrritalan pluss þessi seinni og síðan fyrritalan mínus þessi seinni. Það er semst ólík formerki í svigunum. Og það er mjög gott að leggja bara minnið fyrstu ferningstölurnar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 og svo framvegis. Að þá er svo fljótlegt að horfa bara strax á þetta hér og hugsa þetta er samlokareglan. Hérna ætla ég að beita henni. Þannig að þetta verður þá 12 og svo x pluss 3, x mínus 3 vegna þess að 3 í öðru er 9. Og nú getum við farið að finna samnefnaran. Fyrra brotið, það hefur x pluss 3, líka seinna brotið, en seinna brotið hefur þar að auki x mínus 1. Þannig að hér myndum við lengja fyrra brotið með, x mínus 3, ekki x mínus 1. Þannig að lengja með x mínus 3 og þá er þetta orðið samnefnt. Þetta verður x pluss 3 og hér voru 2. Nú erum við búin að lengja fyrra brotið. Síðan kemur pluss. Þetta þarf ég ekkert að gera þetta samnefnt strax. Ég get alveg haft þetta, prófum bara að hafa þetta 2 brot núna og setja svo upp á 1 strik og eftir. Bara til að sýna að nefnarinn er eins. Það er x pluss 3, x mínus 3. Skiptir ekki mál í hvað röð við margföldun. Muna jafnaðarmerki. Nú setjum ég þetta upp á 1 strik. X pluss 3, x mínus 3. Hér þarf að margfalda inn í svigan 2 sinnum x og 2 sinnum mínus 3. Það verður þá 2x mínus 6. Síðan kemur pluss, það er þessi pluss hérna. Og svo bara 12. Og x mínus 6 pluss 12 verður 2x pluss 6. X pluss 3, x mínus 3. En við áttum ekki bara að gera samnefnt, við áttum líka einfalda. Og þegar við einföldum að þá þurfum við að hugsa get ég þáttað. Og þá er ég núna að tala um nefnarinn og þá fyrsta sem ég skoða er hvort ég get tekið út fyrir sviga. Og ég nefnilega get tekið 2 út fyrir sviga. Þá verður þetta x pluss 3. Og núna, þegar ég er búin að þátta, að þá sé ég að þessi svíi sem er upp á striki er alveg eins og svíin sem er fyrir neðanstrik. Það eru þetta margföldun hérna á milli og það margföldun hérna á milli og þá má ég stytta þættina sem eru eins. Þannig að útkoman úr þessu dæmi þegar búið er að einfalda verður 2 deilt með x mínus 3. Og nú þarf ég ekki að hafa þennan sviga hérna af því að þetta er bara loka svar.